Komið sæl og velkomin í samtal ferðaþjónustuna við stjórnmálin. Þættir sem sendir út á miðvikudagsmorgnum á Facebook síðu SAF og vísi.is og eru líka aðgengilegir í sjónvarpi Vísis. Í þessum þáttum þá fáum við til okkar leiðtoga og forystumenn stjórnmálaflokkana til þess að ræða það hvernig framtíð atvinnulífsins lítur út inn í næsta kjörtímabil og þá sérstaklega með fókus á ferðaþjónustuna og þær breytingar sem að munu þurfa að eiga sér stað þar á næstu 4-5 árum. Og hjá okkur í dag Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins. Vertu velkomin og gaman að sjá þig. Takk sömuleiðis. Við byrjum oft hérna á því að svona velta fyrir okkur innanlandsferðamennskunni. Hefurðu náð að komast eitthvað út á land undanfarna mánuði? Ertu búin að vera fastur í þingi og störfum? Ég hef nú ferðast töluvert svona þegar verið opið, bæði vegna vinnu og bara með fjölskyldunni og verið rosalega gaman að endur upplifa það að vera ferðamaður á Íslandi, ekki það að maður hafi ekki ferðast verulega þetta undanfarin ár, en það hefur fyrst og fremst verið vegna vinnu, en að komast bara í svona, sem maður gerði þetta áður fyrir, fjölskylduferð landið, skoða náttúruna og upplifa hversu mikið ferðaþjónustan hefur þróast og hefur margt upp á að bjóða. Það hefur verið mjög skemmtilegt. Já, þetta búið að vera náttúrulega tímabil þar sem að fólk hefur náð svona kannski að eins og margir hafa sagt, upplifa landið án ferðamannana og það náttúrulega eitthvað jákvætt fyrir það, fyrir okkur hér innanlands, vissulega. Já, maður var farin svona aðeins að veigra sér við, jafnvel að fara á fjölmennari ferðamannastaðina, svona þegar aukningin var sem mest, en nú fáum við að vera, ég segi ekki í friði, ég er ekki að segja ég sé að fagna þessari breytingu, en aðeins svona að upplifa hlutina eins og voru fyrir jafnvel einhverjum áratugum síðan. Akkurat, maður er fundið fyrir því, það er ákveðin nostalgí í því fyrir margar. Við höfum verið að horfa hér á kannski fyrst og fremst svona það sem okkar félagsmenn hafa verið að leggja áherslu á, sem er náttúrulega númer 1 rekstrarumhverfi fyrirtækjanna og svona það hvernig við sjáum fyrir okkur þessi viðspyrna þurfi að vera inn í næstu ár. Nú eru kosningar í september og við erum svona að horfa inn í næsta kjörtímabil líka. Þannig að eitt af því sem að kannski við skoðum kannski svona alltaf fyrst í þessu sko hvernig, nú hefur verið mikil svona pólitísk umræða þessar aðgerðir sem að hafa verið settar fram hjá stjórnvöldum undanfarið og svona hafa átt að ýta undir og hjálpa til og hafa vissulega einhverju leyti gert það, en sitt sýnist hverjum og sérstaklega í pólitíkinni. Hvernig hafið þið hort á þessar aðgerðir í Miðflokknum? Finnst ykkur vera nóg að gert eða hefðu viljað sjá þetta einhvern veginn öðruvísi eða meira sem að þurfi að gera? Já, við höfum viljað sjá þetta öðruvísi. Við reyndar vorum orðin óþreyjufull að sjá aðgerðir eftir að faraldurinn hófst og það varð ljóst í hvað stemdi. Það mátti öllum vera ljóst til dæmis að minnsta kostum fyrirsjáanlega framtíð þá yrði ferðaþjónustan í verulegum vanda. Þannig að við kynntum okkar eigin tillögur, reyndar ekki bara ferðaþjónustuna, en hún var stór þáttur í þessu, eigin efnahagstillögur. Svo skömmu seinna kemur ríkisstjórnin með sitt og svo það uppfært svona við og við. Margt í ágætt, vissulega, en þær aðgerðir sem kynntar voru sem þær stærstu voru það ekkert í rauninni. Það voru til að mynda lán sem að svo var aldrei í rauninni tekin, eða kannski 1 eða 2 dæmi það. Það átti að vera flaggskipsaðgerðin, lánveitingar sem að svo bara varð ekki úr af því að það greinilega hentaði ekki aðstæðum. En það er margt gott þarna líka, það má ekki gera lítið úr því og við höfum verið fegin að vera í aðstöð til samfélagið að bregðast við þessu ástandi. Við stöndum betur heldur en flest önnur lönd efnahagslega eftir þetta mjög stórar aðgerðir fyrir fáeinum árum síðan sem að gjör breyttu efnahagsstöðu landsins og það hefur hjálpað heilmikið til núna þó maður vildi kannski fara aðeins aðrar leiðir en nákvæmlega það sem að ríkisstjórnin hefur lagt til. Hins vegar hef ég svolítið áhyggjur af því að það er einhvern tvennt. Annars vegar að það sé ekki búið að tryggja nógu vel að menn verji greinina fyrir tjóni sem að yrði óbætanlegt og augljóslega fyrir þá sem að myndi til dæmis missa fyrirtækin sín og þar af leiðandi fyrir samfélagið líka. Það sem má ekki gerast er það sem við horfum upp á eftir bankahrunið
að fólk sem hefur byggt upp fyrirtæki á löngum tíma jafnvel, lagt allt sitt undir, lagt á sem mikla vinnu og kannski tekið lítil laun út úr fyrirtækinu, að það vegna svona tímabundins ástands tapi fyrirtækinu, þau verið tekin af fólkinu og seldi einhvert annað. Það finnst mér þurfa að tryggja að gerist ekki. Og þá með aðferðum sem að við myndum kannski ekki nota við eðlilegar aðstæður, en þetta eru augljóslega ekki eðlilegar aðstæður og gríðarlega mikilvægt að fólk fái að njóta afraksturs vinnu sinnar og byggja upp fyrirtækin sín aftur í staðis að þau verið selda á bruna útsölu og einhverjir aðrir njóti ávinningsins þegar að hlutin fara að lagast. Hitt sem ég hef áhyggjur af, auðvitað hef ég áhyggjur af ýmsu en ef ég nefni einhvern tvennt, þá er það þetta og hins vegar finnst mér að í þessu ástandi sem er nú bara að vara í meir en ár hafi allt hitt gleymst, hlutir sem að voru jafnvel orðnir brýnir áður en að faraldurinn byrjaði. Það voru mörg minni fyrirtæki lent í vandræðum af ýmsum ástæðum vegna þess að kostnaðurinn hafði aukist mjög verulega vegna íþyngjandi regluverks sem að einhvern veginn alltaf að vaxa og það var bara orðið mjög erfitt að stofna eða reka lítið fyrirtæki á Íslandi áður en að faraldurinn hófst og þess vegna vona ég að þetta verði ekki til þess að við gleymum umræðu þau mikilvægu mál því að þá yrði tjónið af þessum faraldri mjög langvarandi ef hann yrði til þess að við lögum ekki þessar hluti sem þurft að laga hvort þið er. Þetta er akkurat kannski það sem að okkar félagsmenn hafa verið að tala mjög mikið það er þetta rekstrarumhverfi fyrirtækja og hvað það er ég segi kannski íþyngjandi, það er mikið af íþyngjandi reglum, kostnaður orðin gríðarlega mikil, náttúrulega launakostnaður jókst náttúrulega gríðarlega milli sérstaklega 2015 og 2018, launakostnaður í fyrirtækja vil komin upp undir eða yfir 50% í sumum tilfellum, sumum greinum. Hvernig sér þið fyrir þér að hægt sé að koma til móts við þetta? Ég meina, það er augljóst að þú telur að það þurfa að breyta hlutum. Hvernig sér þið fyrir þér að hægt sé að breyta þessu til dæmis inn í næsta kjörtímabil með varðandi rekstrarumhverfi að gera það auðveldara? Það er auðvitað margt sem þarf að gera. Ég skal bara taka nokkur dæmi það sem ég sé fyrir mér að þurfa að breytast en auðvitað þarf einhverja heildarsýn, þetta þarf allt að vinna saman og það er markmið okkar með okkar tillögum að gera ekki bara dálítið hér og dálítið þar og sjá svo til hvernig hlutin spila saman, heldur hugsa allt frá upphafi sem einhvað heildarsamspil sem að menn geti haft trú á og veiti einhvern lágmarks fyrirsjáanleika. En varðandi fyrst kostnaðin, útgjöld fyrirtækina sem hafa vissulega vaxið mjög mikið, þá eru þetta tryggingagjaldið áhyggjefni og búið að vera lengi. Á sínum tíma þegar ég var í ríkisstjórn þá gáum við ákveðin fyrirheit lækkandi tryggingagjald fram í tíman þegar við værum farin að sjá þann efnahagslega árangur sem við trúðum að væri hægt að ná. Hann náðist og betur en kannski nokkur þorði að spá. En ríkið hefur ekki staðið við sitt varðandi lækkun tryggingagjalds sem að eins og menn þekkja þetta leggst hlutfallslega langþyngst á fyrirtæki þar sem að launakostnaður er stór útgjaldaliður og augljóslega á það við í ferðaþjónustunni þar er þetta í nánast öllum dæmum ímyndaði mér alveg yfirgnæfandi kostnaðaliður. Þetta bitnar á ferðaþjónustunni. Nú, það hafa verið sett lögð ný gjöld á ferðaþjónustuna þó þau hafi aðeins lækkað þarna á sínu tíma aftur en ég myndi vilja að við hefðum hvetjandi rekstrarumhverfi, hvað var það til dæmis skattlagningu fyrir ferðaþjónustuna og reyndar önnur lítil fyrirtæki og meðalstór fyrirtæki á Íslandi. Því að við þurfum á því að halda að búa til töluvert meiri verðmæti en við erum að gera núna, þetta samfélag, og fjölga störfum umtalsvert. Það er bara fyrirsjáanlegt á næstu árum. Það hefði þurft kortið óháð þessari efnahagskrísu en þess heldur nú. Og þess vegna þarf hvata. Það þarf jákvæða hvata til þess að menn
treysti sér til að ráða fleira fólk í vinnu og þá ekki gott að vera með refsigjald fyrir að ráða fólk í vinnu heldur að ríki frekar að ýta undir og hvetja til þess. En óaðskiljanlegur þáttur í því að ríkið sé hvetjandi til fjárfestingar og reksturs lítilla fyrirtækja að regluverkið sé skiljanlegt og menn ráði við með góðu móti að fara eftir því. Með öðrum orðum að ríki sé ekki stöðugt að finna upp nýjar hindranir. Til að stofna lítið fyrirtæki, til dæmis í ferðaþjónustu, þá þurfa menn fjöldan allan af leyfum. Og stundum rekst eitt á annars horn og þú getur ekki fengið tiltekið leyfi af því þú varst ekki komið með annað leyfi og þú þurftir að fá annað leyfi til þess og þetta verður einhver hringaveilsa. Menn hafa lengi talað mikilvægi þess að laga þetta og við vorum á sínum tíma komin af stað með vinnu við það, ekki bara vinnu heldur búin að gefa út bæði greinargerðum hvernig þetta ætti að gerast og meira segja handbók einföldun regluverks og átt í rauninni bara að skylda kerfið til þess að draga saman og einfalda lífið fyrir almenning. Mér finnst ekki að nóg mikið gerst í þessu, þvert á móti sé þetta alltaf verða meira og meira íþyngjandi. Við heyrum stundum talað einfaldanir á regluverki, það hafa verið nokkur tilvik í þinginu en þegar betur gáð snýst það fyrst og fremst að pekka út einhvað sem bara fallið úr gildi sem að skipti í rauningu máli hvort þið meira þarf til þess að það verði mögulegt fyrir fólk að hefja hér rekstur eða halda rekstri gangandi án þess að þurfa að vera með sérfræðinga í fullri vinnu bara við að fástu kerfið. Þannig að þetta tvennt, svo ég sumir þetta nú upp, annars vegar álögurnar sem að ríki leggur á og svo það sem að ríki notar peningin í, að segja kerfið, þetta þarf hvort ekki að dragast saman. Hvað heldur að nú eru kosningar í september í þessum krísu aðstæðum og það augljóst að eitt höfuðverkefni næstu ríkisstjórnar verður að takast á við fjárlaga halla og svo framvegis uppsafnaðan vanda sem verður vegna þess að það minni verðmætasköpun inn í ríkissjóð og meiri austur út úr honum. Fólk forðast að tala skattahækkanir eða niðurskurð í því en það ekki vinsælt umræðum fyrir kosningar. Hvað heldur að sé raunhæft að gera fyrir nýja ríkisstjórn inn í næstu kosningar? Ég meina, hvað myndir þú sjá fyrir þér að væru raunhæfar aðgerðir til dæmis bara á fyrstu 2 árum næstu ríkisstjórnar? Hvað þetta varðar? Einföldur regluverks, einföldun rekstrarumhverfisins og til þess að ýta undir svona hraðari viðspyrnu efnahagslífsins. Já, það ekki hægt að skattleggja okkur út úr þessum vanda þó að sumir virðist telja það. Sumir reyndar virðast nú orðið í pólitíkinni ímynda sér að verðmæti verði til með skattlagningu og gleyma fyrir vikið hvernig fjármagn sem þarf að standa undir öllum rekstri ríkisins verði til. Það verður almennt ekki til hjá ríkinu sjálfu. Þannig að hvatarnir þurfa að vera í þá átt að gera fólk líklegra til að annarkvort setja af stað fyrirtæki eða stækka fyrirtækin sem það með hrinda nýjum hugmyndum í framkvæmd ráða fleira fólk og þar fram til göttunum. Og það þetta komið augljóslega að alltaf aftur þessum föstu gjöldum eins og tryggingagjaldinu en virðisauka skatt umhverfið þarf þetta líka að endurspegla þetta. En til að menn hafi meira frelsi til þess að þá búa til verðmæti og þar af leiðandi skila skatttekjum til ríkisins þá verður það verða miklu einfaldara eins og vorum að ræðum að stofna og reka fyrirtæki. En kerfið þess eðlis að það þróast jafnan bara í ein átt og þegar það komið af stað eftir ákveðni braut þá bara heldur það áfram á þeirri braut eins og tannhjól sem að snýst bara í sömu áttina. Það þarf að gera
baróttunum við báknið, viðurinn við kerfið, að það er að kerfisvæða hana. Það sem við með því er að setja það beinlínis inn í kerfið að það þurfi að dragast saman. Og það er það sem við lögðum upp með hann á sínum tíma til að mynda með reglum að borð við að hvert sinn sem að ríkið innleiðir nýtt íþyngjandi regluverk, til dæmis ný lög eða nýja reglugerð sem að teljast íþyngjandi, þá þurfi 2 sambærilegar reglur að falla úr gildi. Þannig að ef að ríki langar endilega að setja inn einhverja nýjir íþyngjandi reglur, þá þarf það að finna einhverjar aðrar sem að detta út í staðinn. Og mætti jafnvel hugsa sér að hafa svona hvatakerfi fyrir ríkisstofnanir sem að augljóslega þurfa að taka þátt í einföldinni, hvatakerfi til þess að ná árangri í því. Men ímynda sér sjálfsagt oftast að þetta sé bara ákveðið niður á Alþingi og við gætum á einum degi fellt regluverk úr gildi eða sett nýtt í staðinn. En hins vegar fer svo mikill stór hluti vinnunar við þetta fram innan kerfisins sjálfs. Þannig að kerfið er orðið, sem myndu kalla það sjálfbært með vöxtin, með að viðhalda vextinum. En þetta ekki sjálfbært vegna þess að það þarf fjármagn til þess að standa undir þessu öllu og það eru fyrirtækin sem að leggja það fjármagn til og augljóslega starfsmenn þeirra, heimilin. Og fyrir vikið þá þurfum við að setja þetta inn í allt kerfið, annars vegar hvata til þess að minnka og ákveðnar skyldur eins og ég nefndi með þessu 1-2 út fyrirkomulagi. Því þetta mun ekki gerast að sjálfu sér. Jafnvel þó að þessi skrifa inn í stjórnarsáttmála, þá mun ekki gerast nema ríkisstjórn raunverulega beiti sér í þá veru. En þetta þarf að gerast og þegar að tækifæri gafst eitt af nokkurum til þess að fara landið, þá stóða upp úr fólki all land í alls konar ólíkum rekstri, ekki bara í ferðarþjónustunni, alls konar rekstri. Hvað ríkið væri að gera mönnum erfitt fyrir þegar ríkið á í raun að vera í því hlutverki að þjónusta almenningu, fyrirtækin og hvetja þau til dáða. Það er eitt af því sem að hefur mikið verið rætt innan Samtaka ferðaþjónustunnar og svo sem í samskiptum okkar við stjórnvöld hefur verið meiri skilvirkni í eftirliti með greininni og þá til þess að passa það að ólögleg starfsemi hún sé þvinguð út og samkeppnisgrundvöllurinn jafnaður og svo framvegis. Þannig að þetta er í grunninn akkurat eitthvað sem við höfum verið að tala þar að segja þetta sé einfalda þetta bæði leyfisregluverk og þá gert skilvirkara eftirlit, tala svolítið inn í þetta. Má ég skrifa fram í þarna? Þetta er akkurat málið, sko. Skilvirt eftirlit er mikilvægt fyrir þá sem að vilja standa skil á sínu og svo framvegis. Vegna þess að flókið og íþyngjandi eftirlit, það bitnar augljóslega ekkert á þeim sem ætla hvort er að svindla. Þannig að með slíku er verið að skekkja samkeppnisstöðuna svo svakalega og setja menn í þá stöðu þegar þeir eru að reyna að standa skil á öllu sínu og alltaf koma nýjar kröfur og ný gjaldtaka og nýtt regluverk að líf þeirra verður sífellt erfiðara á meðan að hlutfallslega verður alltaf hagkvæmara að svindla og þannig getum við ekki haft kerfið. Kerfið verður að vera til þess fallið að íta undir það menn vilji uppfylla allt saman og geti gert það. Akkurat. Í stefnuskrá flokksins þá er hún svo sem eins og flestar aðra stefnuskrá stjórnmálaflokka þessum undir, hún hefur kannski ekki verið uppfærð fyrir kosningar mjög nýlega en þó er í flestum flokkum farin að stað einhver vinna til þess en þar er meðal annars talað einmitt að ferðaþjónustan sé burðarás í efnahagslífinu og það þurfi að styrkja þá innviði sem að hún grundvallast á og
sko hvernig sjáu þið fyrir ykkur að það sé hægt að í rauninni með beinum hætti í rauninni að styrkja þessa innviði og hvernig kallast það á við til dæmis eins og gjaldtöku af greininni, stöðu virðisaukaskattsins gagnvart henni og svo framvegis. Sér þið fyrir þér að það sé einhverjar breytingar á þessu sem hægt sé að gera til þess að auðvitað atvinnugreinir lífið þá til þess að skapa fleiri og meiri verðmæti inn í framtíðina? Menn hafa almennt í kerfinu undanfarin áratugi vilja færa sig frá því að beintengja gjaldtöku við ákveðin útgjöld ríkisins, ákveðin verkefni. En mér finnst hins vegar vera mjög sterk rök fyrir því og ég hef nú rætt það oft áður að ef þú ert með alveg sérstaka gjaldtöku á ákveðna atvinnugrein að þá sé skýrt í hvað það gjald fari og það skilir sér þá á vissan hátt aftur inn í þá atvinnugrein með því að byggja innviðana sem að nýtast henni. Það má taka dæmi af sjávarútvegi sem lagt sérstakt gjald á. Það gjald ætti að skila sér meira inn í samfélögin sem að sjávarútveginn starfar og í tilviki ferðaþjónustunnar þegar lögð á hana sérstök gjöld þá lang eðlilegast að menn sjá í hvert straumurinn svo flæðir að þetta skilir sér tilbaka í greinina. Þess að ég alls ekki mótfallinn því að þegar menn á annað borð ætla að vera með sérstaka gjaldtöku að þá skili hún sér á einhvern hátt tilbaka og augljóslega er heilmikið verk óunnið ennþá til þess að gera Ísland í stakk búið til þess að taka við þeim fjölda ferðamanna sem að við ímyndum okkur að geti komið hér á næstu árum þegar hlutirnir verða aftur komin í eðlilegt horf og mjög auðvitað stór hluti landsins á þess að nátt vannýttur það væri skynsamleg fjárfesting fyrir ríkið að styrkja innviði á fleiri stöðum og styðja við það ferðamenn dreifist betur landið til að mynda með því að ítundir beint flug á Akureyrarflugvöll eða Egilsstaðaflugvöll. Það var farin af stað heilmikil vinna og stuðningur við það á sínum tíma eins og þú kannski manst eftir úr þínu fyrra lífi og ég held að það muni til lengri tíma litið geta gefið mjög góða raun og það hentar landinu öllu. Það er ekki gott fyrir neitt ef það er of mikil samþjöppun í greininni í ákveðnum landshluta því að þá erum við að vannýta auðlindina sem að landið og búa til mjög óeðlilega skekkju. Þannig að allt svona sem að ýtir undir það að ferðamenn að landið sé aðgengilegt og þetta varið á vissan hátt til að koma í veg fyrir tjón á náttúrunni og slíkt eftir því sem það er hægt og svo meira beinarferðir á Norðurlandi, á Austurlandið er mjög eftirsóknarvert. Þetta er eitthvað sem mikið hefur verið talað undanfarið eins og til dæmis varandi uppbyggingu á nýjum seglum. Við höfum séð náttúrulega þau áhrif sem að til dæmis baðlónin á Norðausturlandi hafa haft á þá staði og gerir það verkum að fólk stoppar frekar Stuðlagil ef við poppað upp sem nýr áfangastaður og er svona eitt af því sem þarf að horfa til einmitt hvernig ferla við setjum upp í kringum þetta en okkur að þessi dreifing sem að við höfum talað svo mikið hér hún skiptir einmitt mjög miklu máli. Talandi vernd náttúrunnar, eitt af því sem hefur verið kannski talað töluvert í samhengi ferðaþjónustu á þinginu núna og svona í stjórnmálaumræðinu undanfarna mánuði er miðhálendisþjóðgarður og þá í hvaða samhengi hann er settur upp í því frumvarpi sem er til umfjöllunar núna í þinginu þá annars vegar varandi orkunýtingu, hins vegar varandi nýtingu ferðaþjónustunnar á náttúrunni og svæðinu. Hvernig sýn hefur miðflokkurinn á þetta bæði gagnvart þá hugmyndinni almennt og hins vegar þá því frumvarpi sem er núna til umfjöllunar? Já, við erum auðvitað mjög fylgjandi því að vernda náttúruperlur landsins. Ég held að landsmenn séu það nú almennt eiginlega allir.
En það þarf að gerast af einhverju skynsemi og mér finnst að umræðan þennan hálendisþjóðgarð hafi oft eða framan af markast af einhverju sem að líkist meira trúarbrögðum heldur en rökum. Því að ef að hálendið allt verður skilgreind sem á einhvern hátt heilagt, eins og sumir tek reynda fram að rök manna eru ólík hvað þetta varðar, en maður heyrir þá sem að lengst ganga og jafnvel ráðherrann tala með þeim hætti að þetta sé á einhvern hátt heilagt svæði þar sem að eigi ekkert að gerast og maðurinn svona eigi valla heimaðar, að minnstakosti ekki mannvirki og slíkir hlutir. En hvað þýðir það þá ef við komum í veg fyrir nýtingu orku þar sem væri hægt að vinna hana í sátt við umhverfið og á umhverfisvænan hátt eða komið í veg fyrir tengingu landsins, raforkutengingar og slíkt. Það þýðir þá að álagið, orkuframleiðsla eða raflagnir og annað, það færist á aðra staði hringinn í kringum landið. Og okkur alveg sama þau landsvæði. Mér allavega ekki sama náttúruperlur landsins sem að eru utan hálendisins, ekki frekar en á hálendinu sjálfu. Því flestir, ef við lítum út frá ferðaþjónustunni, flestir ferðamenn ferðast miklu meira utan hálendisins heldur en á hálendinu sjálfu. Og ætlum við að raska þeim svæðum í stað þess að til dæmis að framleiða orku þar sem að enginn þyrfti að sjá nokkur veruleg ummerki af framleiðslunni. Ég held að menn þurfa að líta á þetta allt í heild, landið sem eina heild og ekki taka helming landsins bara út úr myndinni og setja þar yfir ólýðræðislega stjórn, heldur að líta á allar þessar náttúruperlur okkar, hvað sem þar á landinu og reyna að vernda þær með skynsemi að leiðarljósi. Ég finnst vanta töluvert upp á skynsemi í rökunum fyrir þessari útgáfu hálendisþjóðgarðs. Það mikilvægt þó líklega að taka fram að það hægt að vernda hálendið án þess að það færi þá skilgreiningu sem hér lagt upp með. Og það hægt að leyfa fólki að njóta hálendisins, Íslendingum og erlendum gestum, því að við erum jú hluti af náttúrunni og við Íslendingar erum stolt af þessu fallega landi og því að eiga þetta merkilega hálendi og þess vegna eigum við að fá að njóta þess. Svona í lokin, af því að það eru kosningar framundan, ef við setjum okkur í þau spor að kosningar séu liðnar, það er verið að mynda ríkisstjórn, það þarf að skrifa stjórnarsáttmála. Hvernig einhverjar 2 til 3 aðgerðir sem þú sér fyrir þér að ríkisstjórn gæti eða jafnvel þyrfti að fara strax í eftir kosningar til þess að ýta undir meiri verðmætasköpun og svona hraðari viðspyrnu efnahagslífsins? Hvað væri líklegt til þess að ná fótfestu strax til þess að ýta undir slíkan hraða? Já, ég hef ákveðnar skoðanir á því. Við höfum rætt utan nokkra þessara hluta í þættinum og við, eins og ég nefndi áðan, höfum sett fram okkar eigin efnahagstillögur til þess að bregðast við þessu ástandi og uppfært þær. En svo núna þegar kemur að landstingi hjá okkur, þá mun flokkurinn móta stefnuna til framtíðar. Ég hef ákveðnar hugmyndir hvað getur komið út úr því, en þú þarft líklega að bíða eftir landsþingsræðinu minni til þess að fá það almennilega kortlagt. En það er margt sem hægt er að gera hratt til þess að snúa þessu ástandi við, en aðalatriðið núna finnst mér að menn átti sig á mikilvægi þess að hindra frekara tjón
og þess vegna lagði ég svo mikla áherslu á þetta sem ég nefndi hérna áðan með að verja það sem að þegar er til staðar, því það er svo miklu dýrara að byggja hlutina aftur upp þegar að fengið að skemmast. Nú er þetta búið að standa, þetta veiruástandi í meira en ár og það kallar á að það þarf að leggja meira til, að kosta meira til að verja þetta, en sú fjárfesting mun skila sér fyrir samfélagið allt. Því að þetta er svo mikilvæg atvinnugrein, ferðaþjónustan eins og menn þekkja var orðin stærsta útflutningsgreinin, að það fjárfesti að hjálpa henni í gegnum þessa tímabundu erfiðleika, það mun gagnast okkur til langur framtíðar. Ég held við látum það vera góð lokaorð. Kærar þakki fyrir komuna Sigmundur og takk fyrir að vera með okkur. Takk. Við minnum á að þættirnir eru nokkrir eftir, enn eiga eftir að koma til okkar, leiðtogar eða talsmenn tveggja stjórnmálaflokka. Þættirnir eru sýndir klukkan 9:15 á miðvikudagsmorgnum á Facebook síðu SAF og vísi.is og eru líka aðgengilegir í sjónvarpi Vísis. Við þökkum fyrir okkur í dag.